Komið þið sælir, kæru hrútar. Spil fyrir ykkur. Eitthvað málefni eða vangaveltur sem þið hafa verið með sem þessi skilaboð geta vonandi hjálpað ykkur með. Hér gífurlega sterk karlkyns orka, drífandi orka sem að býður ykkur allan daginn að bara fara af stað með það sem þið eru að pæla í. Hér eru skýrskilaboðum að gera en ekki að bíða. Heppnin er með ykkur og ef til vill er eitthvað tækifæri í gangi núna sem að ekki kemur aftur á næstunni. Það er gleði með þessu, ánægja í samskiptum, ef til vill endurfundir við mannesku eða hóp sem að veitir ykkur vellíðan, eitthvað sem að þið hafi kannski beðið eftir eða planað og er núna loksins að verða veruleika. Þetta tækifæri á eftir að færa ykkur eitthvað sem að verður ykkur til góðs og eftir að efla og styrkja ykkur inn í framtíðina. Hér höfum við bæði orku haustsins og orku sumarsins sem að táknar þá saman grósku og uppskeru. Og ef til vill er hér ákveðin karlmann í lífi ykkar að ræða, þessi karlkyns sterka orka sem kemur hér og birtist sig og talar jákvæða, gerandi, verndandi karlmannsorku. Karlkyns orkan er alltaf sterkust þegar að hún hefur í sér kvenkyns elementið líka. Það er að segja þegar að karlorkan virðir kvenkyns orkuna í sér, ef við getum orðað það þannig. Því við erum jú öll blanda af báðum orkum mismikið. Þetta eru ákaflega jákvæð og flott spil. Þannig að ég segi bara til hamingju fyrir þína hönd, kæri hrútur. Ég veit að þú átt eftir að höndla þetta vel því að karlkyns orkan er þitt element. Hrúturinn er gerandi, karllægt afl sem er drifið áfram af eldi. Síðan er hérna eitt aukaspil sem að datt úr stokknum þegar ég var að stokka, átti ekki að koma með en ég leyfi því að fljóta með engu að síður. Hér er verið að fjalla einveru, einmannaleika. Það að draga sig í hlé, það að vera einn með sjálfu sér og íhuga. Það er kannski eitthvað sem þú ert búin að vera að gera eða átt eftir að gera varðandi þetta málefni. Einmannaleiki getur verið ágætur tímabundið. Hann getur gert það að verkum að maður kynnist sjálfum sér betur. Einvera getur verið góð til þess að hjálpa manni að hlusta á það sem fer fram virkilega í innra með manni sjálfum þegar ekkert annað er til að trufla. En í of miklu mæli getur einvera verið, getur hún dregið úr orkunni manns. Þannig að það þarf að vera þarna fínt jafnvægi. Þú hefur það í huga, kæri hrútur, og að lokum gæti þetta verið orka þessa karlmanns. Ef að að ræða karlmann sem að hér kemur fram,
að þessi einmanaleiki fylgi honum. Og það er þá eitthvað sem hann vill setja fram til að útskýra sína stöðu. Ef til vill einhver sem hefur verið einmana í langan tíma en er núna að reyna að brjóta þá skel og breyta stöðu sinni. Ok, kæri hrútur, eitt englaspil færðu að lokum. Og það er spilið Vertu þú sjálfur. Það er alltaf best og sérstaklega í þessari stöðu. Þegar maður er maður sjálfur þá er maður að nýta orkuna sína til fulls og það er nákvæmlega það sem að þú þarft að gera. Hvort sem er í samskiptum þínu við ákveðna manneskjur eins og þennan karlmann eða þar sem að þú þarft að setja orkuna þína fram við aðra, nýta hana á ákveðin hátt. Það að vera þú sjálfur, þú getur aldrei tapað á því, með því. Og ég fæ hérna fyrir einhverja ykkar að þetta er líka sú orka sem að nýtist þér best ef endurfundi er að ræða, að ekki að reyna að setja upp einhverja grímu til að þóknast þeim sem þú ert að fara að kynnast eða hitta aftur, heldur það að vera þú sjálfur og koma hreint fram frá fyrsta degi. Ok, kæri hrútur, ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni. Ljós og kærleikur.